Eins og tilkynnt var á þingfundi í gær hefur forseta borist dagskrártillaga svohljóðandi: Við undirrituð gerum það að tillögu okkar í samræmi við 1. málsgrein 77. gr. þingskapalaga að dagskrá næsta fundar verði svohljóðandi: 1. Óundirbúnar fyrirspurnir. 2. Kjararáð, lækkun launa til samræmis við launaþróun frá 2013, frumvarp 189. mál á þingskjali 216, 1. umræða ef leyft verður, ásamt öðrum dagskrármálum sem forseti Alþingis leggur til. Við óskum eftir því að þessi tillaga verði borin upp til afgreiðslu í samræmi við áðurnefnda grein þingskapa. Undir þetta bréf rita Jón Þór Ólafsson, Gunnar Guðmundsson, Smári McCarthy, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir, Halldóra Mogensen og Einar Brynjólfsson. Fer nú fram atkvæðagreiðsla tillöguna. Atkvæðagreiðsluna tekur til máls hv. þingmaður Jón Þór Ólafsson. Málið er mjög einfalt. Við erum að leggja til að þessi tekið á dagskrá þessa þingfundar frumvarp Pírata kjararáð. Ástæðan fyrir því að það sé mikilvægt að það sé gert hratt er sú að og tímapressan svo mikið að kjarasamningar 70% launafólks eru í hættu. Eftir helgi þá er það 100 kjarasamningar sem gæti verið sagt upp. Það er tímapressan. Málið er í rauninni einfalt. Það felst í rauninni bara í því að Alþingi fyrirskipi kjararáði að láta launaþróun ráðamanna fylgja launaþróun almennings. Þetta frumvarp í rauninni bara tækifæri fyrir Alþingi að gera sitt í átt til sátta á vinnumarkaði. Þá tekur til máls atkvæðagreiðsluna hv. 2. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Svandís Svavarsdóttir. Virðulegi forseti, þingflokkur Vinstri grænna styður að málið verði sett á dagskrá í dag. Í ljósi þess sem kemur fram í máli hv. þingmanns Jóns Þórs Ólafssonar að málið er í raun og veru undir ákveðinni tímapressu efnisins vegna, þá teljum við ljóst að með samanburði við fyrirliggjandi dagskrá þingsins að svo sé ekki önnur dagskrármál dagsins. Þannig að við teljum rétt að Alþingi fái að glíma efnislega við tillögu Pírata. Þá tekur til máls atkvæðagreiðsluna hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Birgir Ármannsson. Hæstv. forseti, ég vil að það komi fram að ég styð ekki þessa dagskrártillögu. Ég ætla ekki að fara í efnisatriði málsins eða frumvarpsins sem hér liggur undir, en ég verð að gera athugasemdir við það að Píratar komi með dagskrártillögu af þessu tagi hér í lok dags í gær án þess að hafa nýtt tækifæri á fundum þingflokksformanna eða forsætisnefndar eða annars staðar til þess að leggja áherslu á það að þetta mál komist á dagskrá. Það var ekki gert. Við áttum hér fundi á þriðjudaginn þar sem var verið að fara yfir dagskrá vikunnar og ekkert breyttist frá þriðjudeginum og til miðvikudags hvað þetta varðar. Og ég verð að segja það að Píratar hefðu nú getað nálgast málið með þeim hætti að reyna að ná samkomulagi það að fá þetta á dagskrá frekar heldur en að vera að laumast með þetta hérna undir kvöld í gær. Þá tekur til máls atkvæðagreiðsluna hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis, Logi Einarsson. Frú forseti, mér nákvæmlega sama með hvaða hætti þetta mál er borið upp. Það skiptir máli, það liggur á, við erum undir tímapressu. Hér eru ágætismál á dagskrá í dag, sum að vísu afleidd, en ekkert af þeim er mjög nauðsynlegt að afgreiða með hraði. Þetta mál er hins vegar brýnt að við tökum afstöðu til hvernig svo sem við gerum það og þingflokkur Samfylkingarinnar styður það. Þetta sé tekið á dagskrá. Þá tekur til máls atkvæðagreiðsluna hv. 2. þingmaður Suðurkjördæmis, Sigurður Ingi Jóhannsson. Virðulegi forseti, formenn allra flokka og forsvarsmenn, þar á meðal Pírata, komu saman í desember og fjölluðu það hvernig ætti að taka á þessu kjararáðsmáli. Menn veltu því fyrir sér hvort að það væri möguleiki að fella alla 3 úrskurðina úr gildi, þar að segja varðandi dómara, embættismenn og síðan kjörinna fulltrúa, og komust að þeirri niðurstöðu að það væri ekki í boði. Heldur yrði að fara þessa leið sem að farin var með því að formenn og forystumenn allra flokka, þar á meðal Pírata, skrifuðu bréf til forsætisnefndar og báðu tiltekna
Aðgerð sem gerð var og lækkaði laun starfskjör þingmanna 150.000 til að koma til móts við þau sjónarmið sem uppi eru á vinnumarkaði. Mér finnst það tvískinnungsháttur ef við ætlum að fara að skipta hér skoðun í dag, að taka mál til umfjöllunar og tel eðlilegt að það komi í ljós nú þegar hvaða afstöðu við höfum til þessa máls með því að taka málið annaðhvort á dagskrá eða vísa því frá, og við Framsóknarmenn munum leggjast gegn því að málið fari á dagskrá vegna þess að við höfum ekki skipt skoðun. Þá tekur til máls atkvæðagreiðsluna að nýju hv. 3. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Þór Ólafsson. Við skiptum náttúrulega skoðun á grundvelli upplýsinga og nýjar upplýsingar komu fram að þegar forsætisnefndarleiðin virkaði ekki, eins og aðilar vinnumarkaðarins hafa sagt, að þá reynum við aðra leið. Þetta önnur leið og þetta leið sem að þýðir það í raun að kjara og fara lögum. Varðandi það hvers vegna þetta komið fram á þessum tímapunkti það að nú alveg ljóst og það verið sagt að kjarasamningar munu líklega ekki halda. Þannig að þetta væri leið til sátta fyrir Alþingi. Alþingi mundi stíga skref í átt til sátta á vinnumarkaði. Það það sem við getum gert. Ástæðan fyrir að þetta var ekki komið fram þarna á þriðjudeginum og þetta hefur ekki verið borið upp á öðrum forsendum bara sú að málið tafðist á nefndarsviði. Það vantaði að klára það þar. Mörg mál alltaf, við þingmenn þurfum alltaf að hlaupa til nefndarsvið sem á að vera sinna nefndunum en getur sett okkur inn í hjáverkum. Það tefur öll þessi mál, pælið í því. Það tefur vinnu þingmanna á mikilvægum málum, á mikilvægum tímum eins og þetta. Þannig að málið er seint fram komið. Hvers vegna dagskrártillaga? Dagskrártillaga þýðir að málið þarf að fara á dagskrá strax og það þarf að fara á dagskrá strax. Þá tekur til máls atkvæðagreiðsluna hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Ásta Guðrún Helgadóttir. Virðulegi forseti, í ljósi þeirra aðstæðna sem uppi á vinnumarkaði þá er ljóst að þær aðgerðir sem forsætisnefnd fór í kjölfar bréfs til forsætisnefndar frá formönnum flokkanna, að þær aðgerðir eru hreinlega ekki nóg. Sú hækkun sem varð á kjörum þingmanna samkvæmt úrskurði kjararáðs var langt umfram þá almennu launaþróun á almennum vinnumarkaði og við erum að horfa fram á það að þetta að setja kjarasamninga í uppnám. Og þess vegna kemur þessi, eins og hv. þingmaður Jón Þór Ólafsson hefur nú mælt fyrir, fram sem dagskrártillaga út af því að þetta mál sem þarf að ræða. Þetta mikilvægt mál. Það er mikilvægt að við allavega reynum að leggja okkar fram til þess að þetta mál komist á dagskrá. Og það væri nú bara bragur á því að þingið myndi loksins fara að forgangsraða málum sem skipta máli í stað þess að vera í einhverju þrasi. Þá tekur til máls atkvæðagreiðsluna hæstv. Fjármálaráðherra Benedikt Jóhannesson. Virðulegi forseti, þessa atkvæðagreiðslu það að segja að þingflokkur Viðreisnar mun ekki styðja málið. Við höfum eins og aðrir formenn flokkanna þá studdum við að málið færi í ákveðinn farveg. Við skrifuðum forsætisnefnd Alþingis og óskuðum eftir því að hún breytti viðmiðunargreiðslum. Hér mál hins vegar tekið upp með mikilli skyndingu. Skulum ekki gleyma því að það eru 4 mánuðir frá því að úrskurður kjararáðs féll og það algjör fyrirsláttur að tala að hér sé að koma fram einhverjar nýjar upplýsingar núna. Við höfum vitað úrskurðinn og við sjáum enga forsendur til þess að menn séu að taka þetta mál upp núna með skyndingu til þess að reyna að berja sér á brjóst. Fer nú fram atkvæðagreiðsla tillöguna. Atkvæðagreiðslan hafin. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. þingmaður Jón Þór Ólafsson, 3. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Nei, atkvæðagreiðsla stendur yfir. Frú forseti, þá ég vil segja eitt. Mér sýnist nei, það eru allir ráðherrarnir á rauðu. Þetta fer ekki í gegn núna. Þetta fer ekki á dagskrá strax. Því að þessi 5 dagar í það að mögulega allt fer í upplausn á vinnumarkaði. Alþingi ætlar ekki að grípa inn í strax núna. Það er ennþá tækifæri seinna í dag. Forseti getur gert það. Það er ennþá tækifæri á morgun. Það verður tækifæri á mánudaginn og svo verður aftur tækifæri, síðasta tækifæri á þriðjudaginn. Ég vil beina til þeirra aðila á vinnumarkaði
sem eru ekki ánægðir með þessa stöðu að frumvarpið hefur verið lagt fram, það er frumvarp kjararáð, og þeir geta sent inn umsagnir við málið þó að það sé ekki farið til nefndar. Það er það sem við vildum núna, fá málið til nefndar og kalla eftir að gestir myndu koma og umsagnir inn. Við getum ekki fengið gesti fyrir nefnd út af því að málið er ekki farið til nefndar. En það getur hver sem hvaða borgar í landinu sem sent inn umsagnir við málið. Þannig ég hvet til þess, þeir sem hafa áhuga, farið inn, sendið inn umsagnir, það skapar þrýsting á að fá þetta mál á dagskrá. Sá tími er liðinn sem að þingmenn geta notað til að biðja að fá að gera grein fyrir atkvæði sínu. Þannig að atkvæðagreiðslunni er lokið. Tillagan er felld með 37 atkvæðum, 18 segja já.